Ja, margir myndi alls ekki trúa því að síðasta ár var áhugavert og jafnvel skemmtilegt að marga vegu fyrir Landspítala. Og sérstaklega heilbrigðis- og upplýsingatækni, í tæknimálum, þar sem að þurfti að innleiða og bregðast við mjög skrýtnu ástandi. Office 365 innleiðingin er ein af þeim og hún er mjög stór og umfangsmikil. Og stutt í máli þá erum við að tala flutning á starfsmönnum úr gömlu Lotus Notes yfir í Outlook. Og við erum að tala að opna dyrnar fyrir Office 365, þar sem starfsmenn gátu fara að nota lausnir sem voru ekki búið áður. Allt þetta einstaklega vel tímasett að þetta var tilbúið akkurat þegar fyrsta bylgjan í COVID fór af stað og Landspítali var fær að starfa reynilega á fjarfundum og þess háttar sem það hefði annars átt erfitt með. Það hafa farið fram 43.000 fundir á Teams, fjarfundir sem voru reynilega nauðsynlegir en hefði ekki verið færir án Office 365 umhverfisins. Það hefði verið mótteknir og lesnir 7 milljón pósta á síðasta ári og sendir 1,5 milljón pósta. Það eru nokkrar einingar sem hafa notað mest. Hutt er þar á meðal, skrifstofa aðgerðasviðs og það eru kannski notendur líka einstaklingar mjög duglegir og kannski sá sem ég get nefnt hvað helst og með því held ég bara að krýna sem drottningu Teams er Elva Gísladóttir hjá skrifstofa aðgerðasviðs. Ég byrjaði á Landspítalanum 1. september síðastliðinn og byrjaði bara bjartsýn og glöð í nýju starfi og fór að mæta á skrifstofuna niðri í Eyrbergi. Svo eins og flesti vita þá liðu bara nokkra vikur þar til að önnur bylgja COVID helltist yfir okkur og það voru bara góð ráð dýr. Þannig að ég fór heim með tölvuna það bil 3. viku í september og er að mestu leyti búin að vera heima síðan. Og þetta hefði sjálfsög ekkert verið mögulegt nema að því að spítalinn var búin að innleiða fjarvinnu forrit eins og Teams og Planner og auðvitað 365 í heild sinni. Vinna mín á skrifstofu aðgerðasviðs, ég er verkefnastjóri og er þar að leiðandi að leiða nokkra hópa með fullt af fólki úr klíník og aðra. Og þetta bara gerði það kleift að maður gat haldið vinnunni áfram og haldið dampi í vinnunni. Þú getur stytt fundir eru markvissari, en gallinn er kannski að fundum hefur fjölgað. Það er mjög auðvelt að bóka fundi. Það er starfandi mjög öflugt gæða- og umbótateymi á skrifstofu aðgerðasviðs sem hefur innleitt notkun á Teams og Planner, bæði inn á teymi skrifstofunar og niður á kjarnana og þar með talið fyrir klínikina. Og að því að starfsfólki klínik kemur auðvitað inn í mjög marga hópa, þá er það bara mjög jákvætt hvað þau hafa verið vilju að taka fundi á Teams og vinna verkefnin í gegnum Teams og þetta hjálpar auðvitað að þarna eru bara öll skjöl á sama stað. Við erum ekki að senda viðhengi okkar á milli, skjöl í viðhengi í tölvupósti, heldur bara annarkvort senda hlekk í skjalið eða bara vinna beint í því. Og þetta bara einfaldar til muna, þannig að það þarf ekkert að vera að fara tilbaka og leiðrétta ef einhver hefur verið að vinna í tveimur sikkurum skjölum í staðinn fyrir að vinna í sama skjalinu. Það er auðvelt að búa til nýja rásir fyrir undirhópa, halda utanum öll verkefni og allt sem þarf að halda utanum og bara halda dampi í verkefnunum. Svo er það verkefnastjórinn fyrir gæðahandbókina á skrifstofu aðgerðasviðs. Hún hefur talað hvað þetta hafi auðvelda hennar starf til muna. Það er miklu einfaldara að klára gæðaskjöl með klíník, auðvelda boða stutta fundi, deila skjölum og jafnvel taka yfir tölvuna. Þannig að hjá viðkomandi ef hann þarf einhverja tæknilega aðstoð. Þannig að nú er það ekki lengur bara huttarar sem geta tekið yfir og aðstoða með tæknimálin. Innleggin er ekki búin. Ekki sem slík, einfaldlega af því að það er hægt að gera svo margt í þessu umhverfi. Ein hliðin á því að segja að eingöngu 35% starfsmanna er að nota Teams og OneDrive. Í dag eru 500.000 skjöl komið þar inn. Það er búið að deila 7.000 sinnum í gegnum OneDrive. En það eru vísbendingar að fólk er ennþá að senda tölvupósta með viðhengjum. OneDrive og Teams líka með þessum deilingamöguleikum eru að bjóða upp á öruggari leið að deila í hlekk og hafa stjórn á hlekknum. Þannig að það er eitthvað sem við viljum líka vinna í og bæta. 70% starfsmanna er að nota Outlook tölvupóstinn, þannig að það er tækifæri hreinlega bara til að styðja meira við fólk með þessum lausnum og möguleikarnir eru óteljandi. Hitt er síðan að við viljum auka notkun til dæmis á vistun gagna í skýinu, við viljum styrkja notkun SharePoint og uppfæra það, við viljum innleiða Power BI, gagnagreiningatól. Allt er þetta hluti af þessu umhverfi og þetta það má kannski segja að þetta hættir aldrei.